Heil og sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hjá mér í dag er hann Gísli Gunnarsson sem er stjörnuspekingur með meira og hann ætlar að fræða okkur aðeins hvernig við getum haft áhrif á, eða hvernig við getum nýtt stjörnuspeki til þess að hafa góð áhrif á heilsun okkar. Vertu hjartanlega velkomin. Takk. Ef við bara byrjum kannski að spyrja á hver er Gísli? Já, þetta er góð spurning af því að maður er alltaf einhvern veginn að komast meira og meira að því og mér finnst líka áhugaverð þegar maður spyr sig hver er ég, þá segir maður einhvern veginn starfið sitt og þannig að ég geti farið í, ég er naut, Já. Ég geti farið í vinnuna mína, vinn sem bókari, geti farið í, ég er pabbi, maki, já, Gísli, örugglega bara, ég bara frekar svona forvitin. Já, ætli það sé, bara forvitin, frekar bjartsýnn og léttur, svona kannski óþolandi bjartsýnn fyrir mörgum, að líta einhvern veginn alltaf á hvað lífið getur verið skemmtilegt og hvað allt sem gerist einhvern veginn er bara tækifæri til vaxtar og þannig að ég óbúslega einhvern veginn gaman af lífinu, einhvern veginn almennt, já. Já, það er samlega. En stjörnuspeki, ég veit við getum haldið marga þætti eða þú stjörnuspeki, en ef þú summir það upp svona í bara eitthvað svona stutta lýsingu, hvað er stjörnuspeki? Já, það ég hefur örugglega svarað þessari spurningu endalaust og aldrei náðin rétt. Þetta er náttúrulega bara fræði til þess að hjálpa mann að þekkja sjálfan sig. Mm-hmm. Og þetta er eitthvað sem að fyrir sumum einstaklingum er bara kjaftaði og öðrum einstaklingum svona þetta er ágætt að hafa til hliðar við og svo er það einstaklingar eins og ég sem að trúa kannski bara á þetta í nánast einu og öllu. Mm-hmm. Og þetta eru fræði sem að eru eitthvað töluvert gömul en mörg þúsund ára eða? Já, nokkura, það þetta eru 2700 til 4000 ára. Mm-hmm. Að veltur svona á því hvernig þú spyrð og hvaða gögn þú myndir taka inn sem stjörnuspeki og okkur slíkt. Því náttúrulega stjörnufræði er náttúrulega bara eldgömmul, það eru hella myndir af einhverjum að draga upp Sirius og okkur slíkt, þannig að það er tölvöld annað. Þannig en já, stjörnuspeki er bara þessi 12 merki, þessar 12 í rauninni orkustöðvar eða þessar 12 orkur sem að skipta niður þá er bara upplifunum öllum. Allri orkunni sem er aðgengileg í þessu lífi hjá okkur niður í þessi 12 aðgreiningar. Er það þá stjörnumerkin? Yes. Yeah. Og það það sem ég heillaði svo svakalega við í stjörnuspekinni fyrst til að byrja með var náttúrulega að einstaklingar sem eru næmir á orku og þá var þetta ofta einstaklingar sem eru næmir líka á tilfinningar að þegar það er ekki allar tilfinningarnir, öll orkan einhvern veginn sett í bara einn bunka heldur, það er alltaf komin einhver aðgreining. Mm-hmm. Það komin aðskilnaður á þessar tilfinningar eru svona og það eru aðra sem eru hinsegin og þetta til er þessu merki og orkan er þannig og þannig það hjálpaði mér bara óbærslega mikið að skilja bara orkuna sem að maður er að upplifa bæði í samskipti við aðra og bara svona almennt í lífinu innra með sér. Mm-hmm. Þannig að já, ég er kannski búin að taka mjög langt svar í hvað stjörnuspekin er, en ég held að stjörnuspekin er bara einhvers konar kerfi sem hefur hjálpað okkur að skilja orkuna sem er í kringum okkur og hefur áhrif á okkur. Mm-hmm. Er þetta þá lífsorka eða hvernig skýrir maður orku? Ég held að sé ekkert endilega neitt auðvelt að svara því. Af því að hún er mjög margslungin. Mm-hmm. Ég held að orka sé eitthvað sem að við getum fundið og ég held að allir geti fundið orku. Það er bara mismunandi eftir í hversu meðvituð við erum á því hversu mikið við finnum eða hversu mikið við gefum því gaum að finna átt og grá ýmislu. Mm-hmm. Orka er eins og nánast í gömlu fræðinum við talaðum Guð og hann er einhvern veginn allt og allstaðar að orka í rauninni er það líka. Mm-hmm. Hún getur verið bundin í líkama okkar eða bundin í orkuna sem að við tölum frá okkur, ég get talað í orðum en ég tala líka í orku, ég gef eitthvað frá mér. Mm-hmm. Ég get verið með góða nærveru eða slæma nærveru
Ég get verið með góð viðveru sem því að ég get verið vel á staðinum hérna með þér í spjallinu eða ég er með hugan einhverstar alls annars þar og þá orkar mér svolítið út um allt. Já, fjárverandi. Já, þannig að ég tala rosalega mikið um orku og ég er rosalega gaman af einstaklingur sem að gera það líka en þá veist mér loksins geta svona tala mitt tungumál. Já, sko ég er bara svona tiltölulega nýbúin að kynnast þessu. Ég fekk stjörnukort fyrir örugglega 20 árum og las það en gaf því einhvern veginn ekkert endilega gaum og var ekkert að tengja við það og þannig. En svo bara einhvern veginn á síðasta ári þá datt ég inn að hlusta á þættina sem eru byrjaðir stjörnuspeki. Já, gulla. Já, æðislega þættir nákvæmlega. Og mér er svo gaman að kynnast þessu og ég fór svo mikið að hafa áhuga á þessu að því hann tala svo oft heilbrigði og hvernig það að þegar við skiljum okkur sjálf betur að hvernig við getum þá hugsa betur um okkur og nært okkur rétt, skilur. Mér finnst það svo mikilvægt, þannig að mér finnst þetta bara eitthvað svo magnað tól og þú ert að tala um orku að ég held að allir væru þannig, kannski er ekki allir þannig, en ég bara, þegar einhver gengur inn í herbyggi þá upplifi ég orkuna, ég get fundið hvort hann sé reiður eða pirraður eða leiður eða, þetta er náttúrulega óáþreifanlegt en við finnum þetta flest en að því þetta er ekkert eitthvað vísindalega sanna þá held ég margir sem svona hunsa þetta pínu. Já, og núna til dæmis var ég bara að fletta kortinu örsnögt. Mínu? Já. Það að því að þetta að finna orkuna þegar einstaklega gengur inn í rými, þetta er eitthvað sem að, þú er náttúrulega búin að lifa við alla ævi. En eitthvað sem að við getum talað kannski 1/12 eða 7. mannkyninu getur upplifað. Ok, ég held bara allir verða þannig. Nákvæmlega. Og þetta er líka svo skemmtilegt við að fá einstaklinga í lestur er að sko, stjörnuspeki fjallar um orku. En líka stjörnuspekin er alveg geggja verkfæri til þess að svona gera okkur ljóst hvernig við erum frábrugðin öðrum, hvernig við erum sérstök. Já. Af því að eins og þú talar þú finnur fyrir því þegar einstaklingur gengur inn í rými og áttar jafnvel á einmitt þessar nervur einstaklingsins mjög auðveldlega eða finnur fyrir einhverjum konar tenging og millikar á meðan sumir einstaklingar algjörlega daufir fyrir þessu og þetta er eitthvað sem þú ert eflaust búin að nýta þér í gennum lífið eða notast við að einhverju leyti en með því að fá svona vissa staðfestingu á þessu í gegnum með stjörnuspekina sem einhver segir bara já, þú ert svona, þetta er sérstakt við þig það eru rosalega mikið fólk sem er ekki svona að það er fyrst og fremst svona upplifun sem þetta veitir mér svona já, vá, ok, cool ég er svona, ok, það er eitthvað að vera svona að vera svona næmur fyrir mitt orku annara og þá líka ef ég er meðvitaður hvernig ég er að þá get ég líka nota það sem sagt nota það meðvitað og jafnvel vaxið í þeirri orku orðið sterkar í þeirri orku nota þetta þannig að ég þetta verði í einum gjöfunum mínum eða hæfileikunum. Akkurat og stjörnukort það er raun og veru staða plánetana akkurat sekunduna sem ég fæðist eða einstaklega fæðist tekur fyrst andardrátt já. Og það, svo orka hefur svona áhrif á einstaklingi er það ekki? Jú, þannig að Gulli til dæmis, hann lýsir þessu þannig að sólkerfið okkar er bara eins og ein stór klukka það sem að jörðin er inn í miðjan og svo eru sólin og tunglið og alla plánetunar eru bara ákveðnir svona vísar á þessari risastóru klukku og ef við tökum bara klukku eins og í okkar samhengi á jörðinni þar sem að klukka núna er eitthvað kringu 2 að þá er öðruvísi orka núna í samfélaginu klukkan 2 heldur en eins og klukkan 9 kvöld það er miklu meiri eins og þess núna til staðar versus klukkan 9 kvöld þá komið miklu meiri ró það er dimmt úti og okkur slíkt þannig að mismunandi tími dagsins hefur öðruvísi áhrif á okkur að það er sérst breytilegt eftir í klukkan hvað dags það er sem orkan er þá til staðar og þá er einsinni með blessa sólkerfið nema vísanir eru að ganga sérst eins og sólin, hún er ár eða jörðin er ár í kringu sólina en út frá stjörnuspekinu þá er sólin að fara í kringum okkur og Plútó til dæmis 240 ár þannig að það eru sumir rosalega stóri hringir sem eru að ganga í þessari klukku og aðrir eru minni og þetta er allt saman breytilegt þannig að sekundan sem þú fæðist hún segir alveg brjálæslega mikið til hvernig þú ert
Var þetta oflókið? Nei, alls ekki. En ég bara hugsa að því að nú ég aðeins búin að vera grúski í þessu, þannig ég svona skila aðeins. En þegar ég kom til þín í stjörnukortalestur, þá fannst mér þetta svo mikið upplýsingum að því að maður hafði ekki alveg svona grunnþekkinguna. Þannig að ég held að sé svolítið mikilvægt aðeins að skilja kannski fyrst stjörnumerkin og allt þetta. En það sem mér fannst svo áhugavert að við erum ekki bara stjörnumerki okkar, heldur hefur svo margt áhrif. Þú veist, við erum með eitthvað í tungli og eitthvað í Venus og Mars og Plútó. Þetta eru sólin og tunglið og 10 aðra plánetur. Þannig að þetta eru 12 orkustöðvar og síðan eru 12 stjörnumerki. Já. Og og það er náttúrulega bara mismunandi eftir því hvar að raðast, hversu mikið af orkunum þetta er, sko. Akkurat. Þannig að jú, það getur verið að þú ert með 7 virk stjörnumerki. Já. En orkan í hinum samt alveg lifandi í þér. Einmitt. Þú veist, maður heyrir eitthvað, þú veist, þessi krabbi í þessu og þessu og þessu, þú veist, þrefaldur krabbi, nú ég að tala eitthvað svona mál sem ég kann ekki alveg, en það þýðir þá kannski að maður svolítið mikið samsagt einkenni þessa stjörnumerki sem þá ákveðin orka. Já, hún þá rosalega sterk í þér. Já. Þannig að þú veist, eins og krabba orkan, það bara orka þessara móðurástar. Þess að vilja hlúa að og veita stuðning og umvefja og vilja svolítið, þú veist, þetta bara eins og vöka blómin, þú veist, maður vill bara hjálpa þeim að vaksa. Og ef þú með marga plánetur í því merki, þá er mikil orka að kalla á þig til þess að sinna slíkri orku, þess að gefa slík orku frá þér. Þannig að, þú veist, einstaklingar sem eru með sterka krabbaorku, þeir eru þar alveg enda oft í einhvers konar umönnunarstarfum eða eins og sem kennarar eða eitthvað slíkt. Þannig að og þar að leiðandi koma, þú veist, kemur það svolítið að fólk pælir einhvern veginn meira í, þú veist, að þú sért einmitt með sólina þína í krabba. En svo náttúrulega spilar hitt alveg brjálæslega mikið inn í. Það verður með sólina í krabba, það er stjörnumerkið mitt. Það er stjörnumerkið þitt, já. Eins og ég naut. Já. En svo eru rosalega mikið af öðru sem að mínum að ég spilar ennþá meiri og stærri rullu. Og það er svo sem persónubundið undir hverjum stjörnuspeking sem sko, en það er rosalega mikið margt annað sem er miklu meira juicy og skemmtilegt. Já, þannig að sko, til dæmis bara varðandi heilsuna og bara hreyfingu, það kannski bara mismunandi hreyfing sem hendar einhverjum í mismunandi stjörnumerkjum, eða ekki talað líka frumefni? Jú, frumefnin, jú. Ef ég er vatn þá hendar kannski ákveðin hreyfing mér, og ef ég er eldur þá er einhver önnur hreyfing sem hendar mér. Þetta er svo áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Það þú veist, og einstaklingar sem eru með til dæmis mjög, þetta er sko, hver eru frumefni? Við byrjum bara þar. Frumefnin eru 4. Já, 4. Jörð, loft, eldur og vatn. Og það sem að mér finnst ofboðslega áhugavert við stjörnuspekina og okkurinn sem manneskjur ég trúi því að ég og þú, þrátt fyrir að stjörnukortin okkar séu mjög ólík, að við séu samt ofboðslega lík sem orku verur. Bara allir einstaklingar. Já, að allir einstaklingar þeir þurfa svona, ef við förum meðalkurvuna, álíka mikinn svefn. Við þurfum álíka mikla næringu. Þurfum álíka mikið, þú veist, afirinu öllum þessum grunnþáttum sem einhvern veginn snúa heilbrigði. Já. Hins vegar, og þú veist, eins og heilbrigði getur líka verið að nærast félagslega nægilega með. Algjörlega. Og gera það sem maður vill í staði fyrir að pæli hvað aðri vilja og veist, þetta getur verið á svo rosalega mörgum sviðum. En ef að ég til dæmis með rosalega mikið af plánetum í jörðu, þá er ég rosalega meðvitaður líkamann og þar alveg er ég líklegri til þess að sinna líkamannum að mörgu leyti. Okay. Ef ég er með rosalega mikið af plánetum eins og í eldi, þá er ég með rosalega mikið orku sem þýðir að það er líklegri að ég fari þá í líkamlegt eitthvert að djöflast á hjóli eða út að hlaupa eða eitthvað því að það bara er svo mikil orka innan með mér að ég þarf einhvern veginn að koma þessu út í útrás. Og hvaða merki eru í hverju frumefni? Í eldinum er það hrúturinn, bogamaðurinn og ljónið. Já. Og síðan í jörðinni þá er það nautið, meyjan og steingetinn. Taka listan? Já, endilega. Já, bara, okay. Ef fólk er að hlusta og vil kannski eitthvað reyna að tengja við. Endilega, já. Í loftinu þá er tvíburinn, vaspurinn og voginn og síðan í vatninu þá er það krabbinn, sportdrekinn og fiskurinn.
Þannig að krabba, sportdrekar og fiskar þetta eru þá tilfinningamerki, vatn eru tilfinningar. Eldur er orka, áhugi, það þarf alltaf að vera skemmtilegt og svona svolítið í núinu. Þannig að einstaklinga með mikið af eldi eru með mikla orku og hlutinni þurfa að vera skemmtilegir, þau þurfa áhugaverðir, áhugasami, eins og ef ég væri íþróttakennari og ég væri með rosalega mikið eld, þá væri alltaf rosalega mikið að hamagangi í mínu tíma. En svo kannski eru bara einstaklinga með brjálega mikla eldin sem myndu elska þann tíma. Þannig að mér finnst líka áhugavert að mér finnst við einhvern veginn sem manneskjur einhvern veginn gera svolítið, að ganga svolítið út frá því að allir eru eins og við sjálf. Já. Eins og foreldrar gagnvart börnunum sínum. Þú veist, ég hef gott af þessu, þá hefur þú örugglega gott af þessu. Og þess vegna líka ótrúlega fyndið að einhvern veginn að ganga inn í líkamsræktarstöðvar erlendis þar sem það eru, þú veist, stórar borgir og þú fer að hitta jógakennara þar og einhvern veginn á einhverjum ástæðum þá eru rosalega margir af nemyndunum eiginlega bara alveg eins og kennarinn. Já. Að við einhvern veginn drögum að rosalega svipað, þá bæði líkamlega og orkulega. Og löðumst þá jafnvel af einstaklingu sem eru mjög líkir okkur orkulega séð og stundum mjög ólíkir. Já. Þannig að þú veist, ef þú ert með rosalega mikið vatn í kortinu og það þarf ekki að vera, þú veist, þú getur með brjálæslega mikið vatn í kortinu en samt verið, þú veist, bogamaður. Þannig að þú ert með bogamann og heldur þú sért allur eldur en svo ertu kannski með 7 plánur í vatni og þá hasarinn ekkert eins, það breytir rosalega karakterinu. Þannig að þá þarftu miklu meira af svona mjúku og fara inn í þig, þannig þú veist, það eru hægar hreyfingar og þú veist, jóga í svona yin-stíl væri miklu ákjósanlegra þar. Ef þú verið í brjálegum eldi, það myndi bara skapa mikla órið innra með þér. Að því að einstaklingar, þú veist, ef þú ert með mikið vatn, þá getur ímyndað þetta bara svolítið eins og stöðuvatn eða sjórinn. Að það verður að vera ákveðin stilla til þess að einstaklingar geta lesið í vatnið, þú veist, upplifa það. Þannig ef það er rosa mikið vatn í einstakling og hann fer út í lífið og það er alltaf fullu, þá þarf einstaklingsstundum bara að kúpla sig út og fara tilbaka og innveru og fá bara svolítið að leifa vatninu, stöðuvatninu að slaka á og svona jafna sig. Já. Og getur fólk líka verið bara með svo, 2 rosa sterkar orkur sem eru bara berjast innra með sér, eða skilurðu? Brjálar andstæður. Já, svo sannarlega. Já. Og það eru alveg mjög erfið kort sem eru þannig. Það er reyndar, þú getur verið með erfið kort á alla vegu, sko. Það stundum eru andstæðina mjög einfaldar. Það er veltur allt á því, sko, hvað er í hverju, hvaða plánutur eru, þú veist, í andstæðunum. Og en það er svo sem kannski orðið fullt tæknilegt. En jú, það er hægt að vera í andstæðum það sem þú ert í rauninni bara gersamlega togar í 2 ættir til algjörlega andstæðra póla. Sko, kannski hefði ég átt að byrja að spyrja þig þetta, en mér fannst bara svona þannig að fólk skilja, því ég er sjálf svona bara feta mín fyrstu spori í þessu og ég hef alveg haft efasemdir, skilur, ég er ekki svona all in eða all out, ég hef skynjað orku og það finnst mér bara svona nóg staðfesting fyrir mig að það sé eitthvað til í þessu og að ólíkir einstaklingar geti lesið sjálfan sig þegar les kortið, en að skilið sjálfan sig betur segi, það finnst mér svo dýrmætt. En kannski ef við förum yfir, þú veist, sólin er þá grunneðlið okkar og orkan og tunglið tilfinningar, ef ég skildi þetta rétt. Og þarfir, já. Og þarfir. Og síðan og svona, núna til dæmis ættum við að vera í orku tunglsins okkar. Hvers vegna? Af því að við erum það er rólegheit í kringum okkur, það er engin hasar að koma inn, við erum bara að ræða. Það er gott að vera í. Já, þú veist, eins og einstaklingar sem að elska svona góð og notaleg spjöll, þú veist, það er einstaklingar sem að hafa þá oft góðar og ríka tengingu við tunglið sitt. Já. Ég veit, já, nei, bara frábært. Og svo Merkur, það er hugsun. Það er hugsun, já, rökhugsun. Ok. Og þar að leiðandi tálsmáti líka. Þetta er basically hvernig hugurinn virkar, hvernig hann er tengdur. Þú veist, er hann mjög tengdur, er hann alveg á 1.000.000 eða er hann
rólega tengdur og þar að leiðandi, þú veist, já, það er svona, þú sérðu oft bara á orkunni á fólki, hvort að hugurinn er að sé á milljón eða ekki. Já. Og það fer náttúrulega eftir merkjum líka hvernig einstaklingur það tjáir sig og hvernig hann hugsar. Og svo er Venus, það er samskipti? Já, það er hérna svolítið svo orka sem einhvern veginn er dregin fram í okkur frá öðrum. Ok. Og Venus er einu af mínum uppáhaldsplánetum. Það er kannski eftir að því ég er rísandi vog. en sem sagt Venus er þannig að ég hef ekkert endilega fullt aðgengi af sjálfum mér, nema þegar ég hitti vissa einstaklinga, að þá getur ákveðin partur innra með mér sem sagt svona kveikt á sér. Eins og annar einstaklingur komið heim til mín og þá hef ég aðgengi að eldhúsinu og þá er það komið ljós í eldhúsi og ég eitthvað, hei, ég má fá okkur að borða það. Eins og þú sagðir í kortinu mínu. Já, þú nefnilega með sterka vog og sterkan Venus. Þannig að þetta er svona, Venus finnst mér alveg magnaðra því að þetta er náttúrulega samskipti en þetta er líka hvað er það sem að aðri draga fram í þér. Mér finnst það svolítið vera Venus. Já. Þannig ég þarf aðra einstaklinga til þess að ná á dýptina. Var það ekki það? Jú, til dæmis. Til þess að skilja mig betur, jafnvel. Já, og aðra einstaklingar sem eru mjög tilfinningarlega til dæmis tengdir til þess að fá að komast í fulla tengingu við þína tilfinningar og þína þarfir. Já. Akkurat. Já, mér finnst það, dýrmætt að heyra þetta því að þetta er eitthvað sem hefur bara gerst með aldrinum. Maður sækir í þessa einstaklinga. Einhvern veginn. En þá erum við komin í Mars. Já, Marsin er svolítið karakter. Framkoman oft talað sko. Svona, þetta er hvernig þú hérna gengur í það sem þú ætlar að gera. Ertu með stóran og sterkan karakter eða ertu með lítinn karakter og feiminn? Það er oft hægt að lesa það bæði í Venusin og í Marsin. En Marsin er líka bara svona svolítið hvernig þú vinnur og þú veist, ef Marsin er í hérna eldi þá getur verið svolítið hvatvís og bráður, þú veist, veður í hlutin á þess að pæla að hugsa svo ertu með hann kannski í vatni og þá gengur hann hægar í hlutina en svo gengur hann líka bara, ertu með einhverja spennustöður á Marsin sem að gerir þetta allt annað, þannig að mjög breytilegt. Já. Þannig að þegar fólk er að lesa, þú veist, stjörnuspá í einhver blöðum þá les maður náttúrulega bara stjörnumerkið sitt en það er náttúrulega bara einn þáttur af þessum mörgum, þannig að það kannski segir mann ekkert. Nei, ekki neitt. Og þessi stjörnuspá er algjör þægilega. Eiginlega sorglegt að það hafi verið það sem að einhvern veginn náði fótfestu í samfélaginu, sko. Af því að ég svona persónulega sem stjörnuspekingur alveg minnst hrifin af öllum spádómum. Ég allavega lít miklu meira á stjörnuspekina sem tækifæri til eða svona verkfæri til þess að kynna sjálfum sér til vaxtar miklu frekar en eitthvað að spá í framtíðina. Já. Þannig að sumum finnst kannski stjörnuspeki svona eins og þú varst að segja bara bull af því að stjörnuspá er eitthvað sem þeir tengja við stjörnuspeki. Já, mér finnst líka stjörnuspeki algjörð bull. Mér finnst það. En samt trúir á þetta allt og eða svona? Nei, þessi stjörnuspeki sem er tengt við samfélagið. Já, þannig. Þessi spá og hérna oft svona hvernig fólk nota stjörnuspekina. Hann er svo mikið svona, hann er algjör meja eða svona, jú, það getur verið margt í því og sumir eru næmir og hitt alveg naglan á höfu stundum en mér finnst líka alveg ofboðslega mikið af svona mistúlkun og einhvað í gangi. Þannig kannski ætti fólk það sem það getur tekið úr þessum þætti eða þetta er alltaf stutt að kannski kynna sér hvaða frumefni það er af því að það skiptir svolítið miklu máli líka bara hvernig við erum í samskiptum við aðra og hvernig við ölum upp börnin okkar. Ef barnið okkar er annað frumefni en við, þá þurfum við að skilja það. Já, og einmitt, þú veist, ertu með rosalega mikið lofti, þetta er eins og ég var að tala með það í morgun, bara ertu iðnaðarmaður og ertu í lofti. Er það ekki gott? Nei, þú veist, iðnaðarmenn bara eru oft einir. Og loftið þarf fólk? Já, loftið þarf fólk. Þannig að það eru mikið loft í kortinu, þá þarf að vera á vinnustæði allavega í fjölskyldu þar sem það er bara mikið af fólki og þú getur fengið að veðra hugsanir þínar og hugsa og heyra annara sko bara á daily basis. Ef þú ert með mikla jörð en þú ert í umönnunastarfi þar sem þú getur eiginlega ekki mælt neinn árangur. Það sem að
þú ert kannski að hjálpa hérna einstaklingum eins og sem eru með geran vandamál og svona, þú kannski sér ekki endilega mikið bata á einhverjum mánuðum eða jafnvel árum, að það getur alveg gjörsamlega farið með jarðareinstaklinga því að hann verður að sjá árangur erfiðisins. Ok, þannig hvað svona það helsta sem enginn í jörðina þá í starfi, þú veist, eða starfi eða samskiptum eða svona? Ef þú ert ekki með neina jörð? Nei, ef þú ert mikil jörð, þú veist. Ef þú ert mikil jörð þá bara, þú veist, þá náttúrulega iðnaðurinn bara fullkominn. Já, ok. Það bara, þú bara brýtir niður vegg og þú getur bara að séð, hann er búinn hérna. Ok. En þú veist, þetta svolítið að ef þú ert með mikla jörð þá þarftu bara svolítið að sjá afrakstur erfiðisins og þarf svolítið að hafa mælanlegan árangur fyrir því hvað það gera. Þannig að þú veist, það er náttúrulega svolítið borðliggjandi að geta unni við efni við þín sjálfan, sko. Þú veist, garðyrkja, allur iðnaður, en svo ég með rosalega mikla jörð og vinnu bókhald. Já. En þá get ég líka mælt í lok dags, nánast bara, þú veist, kristalklíp hvað ég er búin að gera. Já. Akkurat. Á meðan, þú veist, ef þú ert með mikil jörð og allt sem þú ert að vinna er huglegt, þú ert bara í einhverju hugmyndasköpun og einhvern veginn kemur heim til þín og ég er kannski búin að vera í þessi 3 mánuði og þú bara hvað er ég raunverulega búin að gera í 3 mánuði? Er það þá meira eldur og loft? Já, loft sérstaklega. Já. Svona hugmynda og sköpunagleði og svona. Já, hugmyndasköpun, það að koma hugmyndunum að fá svolítið að ventilita hugmyndinar. Eldurinn býr til passjónu, ásturinn og áhugan, hann er að eldurinn er rosalega góður með öðrum. Okay. Einn og sér getur hann orðið svolítið kaotískur, en einn og sér verða öll elementin frekar dræg, sko. En er maður alltaf bara eitt frumefni? Nei. Þú ert öll frumefnin. Ok, bara mismikið í hverju? Já, og Gulli til dæmis hérna, ég náttúrulega ef þið viljið læra stjörnuspeki, það var náttúrulega bara frábært podcastið hans. Já. Það heitir bara stjörnuspeki, eða ekki? Ég held það, já. Self-mastery, held ég. Já, er í útvarpinu. Já, ég er búin að hlusta nokkra og minnst þetta mjög gott. Þá sem er að hlusta vilja sko, skilja grunninn. Myndi ég byrja að hlusta bara frá fyrsta þætti. Já, og svo er að með þannig að þau eru eitthvað að selja einhverja vöru, einhverja orkugreiningakort. Ég hef ekki fengið þetta sjálfur, en svona, ég held þetta sé virkilega góð vara sem þau eru að gefa frá sér. Ég náttúrulega lærði undir Gulla í nokkur ár. Hann er búin að vera í 40-50 ár. 50 ár, já. Ótrúlegt. Og þú veist, eins og rosalega góður hann var þá er hann bara orðin betri, maður verður bara betri með tímanum og er búin að vera að vinna í þessu vöru í mörg ár, sko, þannig að ég hef verið byrjað einhvers staðar og bara byrjað þar, held ég. Ekki. Og ég fæ ekkert promotional fyrir þetta. Nei, ekki prósentum. Nei. En sko, þessi þekking sem að við getum einhvern veginn öðlast í gegnum að lesa stjörnukortið okkar, hvernig getur hún gagnast okkur svona segjum bara í samskiptum við aðra? Já, góð spurning. Ef ég tala bara út frá sjálfum mér, alltaf til að byrja með, þá þetta er svona, þetta gaf mér útskýringu á því að ég væri á vissa vegu og þannig ég er á einn veginn en ekki annan og líka það, þú veist, að því ég fór ekki bara að pæla í sjálfum mér, ég fór að pæla í öllum öðrum líka. Að þá fór ég að skilja, já, þessi einstaklingur hann hegðar sér bara svona af því hann er með þess og þessa stöðu. Þannig að ég er rauninni trúi því að við erum öll eins og stjörnukortið okkar segir til hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki. Og það sem stjörnuspekin í rauninni gefur okkur er bara meðvitund á því sem við erum nú þegar, af því að mínum að þá er meðvitund bara nummer 1, 2, 3, 4, 5 í öllu. Þannig að þú veist, stjörnuspeki eigur meðvitund, það eigur meðvitund á tilfinningalífinu, það eigur meðvitund á hvernig þú er sem karakter, það eigur meðvitund á því hvernig þú hugsar, skilurðu. Við skiljum okkur sjálf bara betur. Já. Ástæðan fyrir að spyrja er að því að mér finnst félagslega heilsa svo mikilvæg og samskipti er náttúrulega bara lykil þáttur í félagslega heilsu að vita það. En eins og bara með hreyfingu, við vorum aðeins komin inn á það, hvaða mismunandi hreyfing hentar okkur. Hvernig getum við skilið það með því að skilja okkur sjálf betur og nota stjörnukortið? Já, fyrst og fremst náttúrulega bara að því meiri tíma sem þú eyðir með sjálfum þér í að pæla í þér, hver þú ert, hvernig þú ert frábrugðin öðrum og okkur slíkt, þá áttu allavega meiri færni að sensa á að átta það hvað þú vilt og þú þarftir ekki stjörnuspeki til þess. Nei. Þannig að
bara, þú veist, að mínum að þá vil ég bara allir kynni sjálfum sér betur. Þú veist, átt þess á því hver þeir eru og hvað það er sem að næri þá, þú veist, finnst mér þetta skemmtilegt að þú hreinskilur við sjálfa þig? Nei, ok, ekki gera það. og líka, þú veist, að koma en alls konar hæp í mataræði og hreyfingu, núna bootcamp vinsælt og svo crossfit vinsælt og eitthvað slíkt. Úti hlaup og utanvega hlaup og eitthvað. Og jóga og að einstaklingur sem að myndi algjörlega vita hver hann væri og hvað hann vildi, hann þyrfti ekki að vera elda öll þessi hæp. Já. Hann bara myndi strax átt að segja, já, nei, þetta er ekki fyrir mig. Eða, vá, loksins er komið eitthvað fyrir mig. Já. Og þannig að mér finnst þér henni sjálfsmeðvitundi vera nummer 1, 2, 3, 4 og 5 í þessu öllu saman, sko. En svo eru sumir einstaklingur bara þannig að þeir þurfa að hafa breytilegt. Bara, þú veist, á sumrin þá er þetta málið og veturna þetta og vorin þetta. Svona, er það algilt eða er það kannski bara einhver ákveðni karakterar? Já, þú veist, ég allavega reyna að ganga út frá því að vita ekki hvernig þú ert. Mér langar allavega að komast á þann stað að reyna að hjálpa þér að reyna að komast að því sjálf. Já. Af því að ef ég einhverjum er gæði með öll svörin, sko, þá það er allavega ekkert voðalega góð staði verið í. Nei. Af því að manni líður ekkert vel með hana heldur. Allavega að trúa því að maður sé með öll svörin. Þá einhverjum endar á að verða bara eitthvað crazy, sko. Já. Og já. Þannig að ég, veist, að einhverjum aðstofa fólk við að átta sig á því hvað lætur í líða vel. Hvað þú veist, hvernig, já, að því að mínum að þá snýst þetta allt það að vera bara að líða vel og verið sáttu við sjálfan sig. Og stjörnuspeki frábært verkværi til þess að hjálpa við það en líka svo rosalega margt annað. Er flókið, þú er búin að svo lengi í þessu, en er flókið að sko ef einhver ætla bara að leita stjörnukortinu sínu, þú veist, þarf maður alltaf að fá einhvern til þess að hjálpa sér að útskýra kortið? Eða getur maður lesið það bara sjálfur og skilið sér til gags? Það eru náttúrulega ótrúlega mikið af uppum og vefsíðum og einhverju sem þú veist, í fyrsta lagi getur þú notast við eins og vefinn sem ég nota, sem er þá astrotheme.com. Þar getur þú bara fengið stjörnukortið með tíman. Yeah. Og þar getur þú fengið útlistun á öllum mögulegum þáttum sem er í kortinu þínu. Og síðan getur bara frá Google. Þá bara stendur Sun in third house. Googlar það. Og þú færð, þú veist, 200 vefsíður með lýsingu á því hvað er að vera með sól í þriðahúsi. Og þú getur lesið 5 og svona, ég tengi við þess og þá lestu þá vefsíðu. Og eru þær ekki allar að segja það sama? Nei, að því að sko stjörnuspeki er það er kannski að flókna við stjörnuspekina, eins og til dæmis þegar Plútó var tekin út úr stjörnufræðinni, var ekki lengur pláneta, það var alltaf í norðan dvergpláneta. Að þá voru svo mikið af stjörnuspekingum sem að voru bara eitthvað, býtu, virkar ekki Plútó lengur, býtu, hvað með, þannig að tilfinningin þeirra innra með var ekki nógu skýr á það að finna fyrir orku Plútós, sem gera verkum að þau myndu vita að þrátt fyrir að einhver vísindamaður declassifyar Plútó að þá breytir það einhver með orku þess. Nei. Þannig að mínum að þá finnst mér sko stjörnuspekin er einnig bara þessi orka og síðan erum við öll einhvern veginn sem stjörnuspekingar margir og svo eru náttúrulega bara til killeræði sko sálfræðingar og geðlæknar sem að þegar þeir lýsa því sem við þurfum í samskiptum, þeir eru bara að lýsa orku vogarinnar og til dæmis krabbans eða eitthvað slíkt án þess að vita þeir eru að lýsa þessum 2 orkum en þannig að við erum öll rosalega næmörg og þurfum ekki að vera stjörnuspekingar eins og ég segi stundum við fólk, þú ert stjörnuspekingur án þess að vita það af því að þú talar í þessum álíka orðaforða, þú ert með í rauninni tilfinningu fyrir þessum í rauninni hólfum án þess að vera búin að skipta þessu upp einhvern veginn huglægt. Þannig að þetta er orka sem við skynjum getur fundið og upplifað og því næmari sem þú ert tilfinningalega því held ég næmari getur verið í að finna þetta allt. Og þá er einstaklingur sem er að skrifa hvað það er að vera með sól í þriðjuhúsi, það er bara innri upplifun af því að hafa talað við kannski vonandi 100
einstaklinga með sól í þriðja húsi Okay. og þeir sjá einhverja svona, það einhver líkindan á milli og finna fyrir orkunni í þessum einstaklingum. Og húsin eitthvað sem við erum ekki búin að ræða. Nei, ok, tökum Nei, bara fyrir sól í sportdreka. Já, ég bara hugsa þú veist. Án þess að missa fólk. Nei, ég var svona líka þegar ég var að hlusta fyrsta skipti á hlaðvarp, ég hugsaði bara, góður, hvað er það að tala? En þá byrjaði ég bara að hlusta á þátt 1, þarna í þessu stjörnuspeki og smám saman fór ég að skilja. En samt ennþá langt í land. Já, ok, þannig að tökum bara, þannig að bara nákvæmlega sér sagði nefna bara sportdrykki. Þú veist, bara sól í sportdrykka. Þannig að ef þú lest, þú náttúrulega fer í sól í sportdrykka, þá getur þú fengið örugglega sko 500 síður eða 1000 síður. Já, það er stjörnumerkið. Já, það sem einhver er að lýsa því. Og aftur þá er henni bara myndi að hvetja þig til þess að lesa, þangað til að þú finnur eitthvað sem þú tengir við. Þú veist, eitthvað sem að því að það var einstaklingurinn að lýsa orku, því við erum öll að gera það, við erum bara að lýsa orkunni sem við finnum. Og þá er hann að lýsa orkunni samkvæmt sjálfum sér og ef þú ert lík þessum einstakling þá speglar maður sig. Já, þá getur þú skilið hann. Þannig ég getur örugglega verið að tala um stjörnuspeki við ýmislega einstaklinga og þeir hafa ekki hugmynd hvað er að tala um. Nei. En svo hitt ég annan einstakling og þau eru bara eitthvað, wow, þetta meikar allt sens. Já, akkurat. Þannig að það er líka, þú veist, sem stjörnuspekingur að þá er náttúrulega bara, ég veit ekki, auðmýkt óbúslega mikilvæg að því að átta sig einhvern veginn á þú nærður ekki til allra og það er kannski bara ekkert endilega þitt starf að ná til allra. Nei, akkurat. Við getum ekki óskað eftir útkominni, við erum bara að segja, þú veist, hjálpa fólki með að hvað sem að leiðbeina eða svona. Já, reyna það allavega. Nei, nákvæmlega. En ég glemdi nú alveg að spyrja þig, hvernig þú veist, kom til að þú byrjaðir í þessu og fékkst áhuga á þessu? Já, sko, fyrstu kynnin eru að ég einhvern veginn rata, ég veit ekki að hverju inn á síðu sem heitir Kaffi Astrology, slæð hann upp eitthvað fæðingartíma sem mamma hefði sagt mér og þar er listað upp sem sagt lýsingar Kaffi Astrology, geggjur síðu til að byrja á. Er þetta mörg ár síðan? Já, þetta er örugglega alveg 15 ár síðan. Hvað er 15? Já, örugglega 15 ár síðan. Og var bara eitthvað, holy shit, þetta er klikkað og var að segja einhverju vinkunum mínu frá þessu og við flettum með kortun hennar og hún var bara eitthvað, þetta er alls ekki ég. Nei, þetta er nú algjör kjaftaði. Nei, ég er alls ekki svona. Og einhvern veginn, og þá einhvern veginn bara drap ég þetta alveg. Það var nú, ok, þetta er bara eitthvað, ég að vera voðalega eitthvað svona sjá mig í þessu. Þangað til ég hitti síðan Gulla þegar hann kemur í jógatíminn og og spjalla við hann eftir á og hann, sem sagt, já, fyrir eitthvað að skoða kortið mitt og segir þannig að svona vissu hluti sem að bara, já, ég var bara gjörsamlega gottsmakt einhvern veginn. Tengdir vel við. Já, þannig ég náttúrulega bara eyði öllum næstri viku sko bara í að einhvern veginn googla í stjörnuspeki og vonast eftir að Gulli kom aftur í tíma sem hann gerði og þá var náttúrulega bara 1000 spurningar á hann. Og svo einhvern veginn gekk þetta þannig, hann kom alltaf í jógatíminn og ég fekk að spyrja spurninga og svo fórum við einhvern veginn að hittast og svo fórum hann bara að kenna mér og það einhvern veginn byrjaði þetta. Svo bara var ég alltaf að lesa í kort hjá öllum sem ég hitti, þú veist, ég var bara algjörlega obsessed. Þannig til ég fekk fyrstu skilaboðin bara, hei, vinkona mín, hún vill koma til þín í lestur. Og þá bara, ok, ríkti Gulla, hvað finnst þér þetta? Já, rukka bara 5.000 skall, sjá hvað gerist. Og já, þannig byrjaði þetta. Frábært. Og það er náttúrulega oftast þannig þegar maður hefur svona bilaslega mikinn áhuga á eldmóð fyrir einhverju að það, þú veist, þá gerir maður það vel af því að það er bara það sem að, svona, já, bara passion og þá það er skemmtilegt. Já, líka þetta var náttúrulega að því að, sko, ég held að stjörnuspeki sé rosalega góð fyrir langflesta bara að pæla í sjálfum sér. Og ég held að þannig byrji langflesti svo, þú veist, það eru foreldrar þá kannski fara að pæla í börnunum sínum og jafnvel makanum. Og svo það, svo var það bara svona ákveðin ákvörðin sem ég að taka bara, ok, er ég að fara að læra allt? Af því að mér langaði náttúrulega ekki bara að skilja mig og mamma og pappa og Írisi systur og mér langaði bara að skilja alla. Þannig þá, þetta var svona, já, þetta var alveg tímamót einhvern veginn og svo bara sagði já og þá bara fór maður í það einhvern veginn að bara hranna inn bara upplýsingum og bara þvíli sem maður þurfti að taka inn að því þetta er náttúrulega svo marga breytilega stöður og mismunandi þættir sem maður þarf að í huga og já. Er til eitthvað formlegt nám í þessu? Já, það er eitthvað í Bandaríkjunum sko. Það ég var eitthvað aðeins að skoða þetta þegar ég var að byrja og kynna mér þetta. En en
já, ég held að nám sé bara rosalega bundið því hvernig kennarinn þú veist, þannig að ég var allavega, ég var í geggja til að fara í stjörnuspeki námdi Gulla. Já. Ef hann var með háskóla. Hann það fara bara að stofna skóla. Já, þá myndi ég koma í nám til hans. En að fara í einhver nám í Bandaríkjunum sem einhver einstaklingur ákvaða ráða það, ég bara treysti því ekki. Nei. En ekki rétt hjá mér að stjörnuspeki miklu meira notið sko í eins og Asíu og þar frekar en í þessum vestræna heimi hjá okkur? Sko allavega í Indlandi þá víst allavega sagan að þú ráðfærir alltaf í stjörnuspekinga og þú giftir þig. Já. Og tekur ýmislegar ákvarðanir sko. Að kínverska stjörnuspeki þar ertu með náttúrulega bara allt annað kerfi. Okay. Sem ég náttúrulega bara rosalega lítið kynnt mér. Að þar ertu, þú veist, ég til dæmis fæddur á ári snáksins. Já. Og þú veist, ég veit ekki einu svona hvenar 1980 sko, þú veist, það er hversu lítið ég veit það. Þannig það meira notað? Jú, örugglega, en svo þetta einhvern veginn alltaf að verða meira og meira vestur heimi. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt, bara eins og jógað. Yeah. Þú veist, fyrir einhverjum 10 árum, kannski 15 árum, þá var jóga rosalega lítið á Íslandi. Svo bara allt í einu núna bara jóga í öllum stöðum og allir í jóga og eitthvað. Já, ég að kenna 5 hópa í jóga í MH. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög vinsælt. Þannig að þá, ég get alveg trúið því eftir 10 ár, þá svona, aukningin búin að vera síðustu ár og ég get alveg trúið eftir 10 ár að það var miklu meira en á Íslandi. Kemur alltaf ekki óvart. Já. En hvað heilsa fyrir þér? Já, ég pældi mikið í þessu. Heilsa, það að mínum að þetta bara það að sko þekkja sjálfan sig og standa með sjálfan sér. Að því að ég var að starfa sem einkaþjálfari í 5 ár og ég áttaði mig svolítið fljótt á því að ég þyrfti eiginlega ekkert að vera að gefa neinum einhverja næringaráðgjöf að því að allir vissu allt sem ég var eiginlega að fara að segja. Þeir vissu svona, já ok, ég á að halda mig frá þessu, ég á ætti að borða meira af þessu, það er einhvern veginn við vitum þetta öll, en svo við kannski ekki að standa með því. Það vita allir að við eigum að sofa í cirka 7-8 tíma. Og eftir því sem að ég komin lengra inn í stjörnuspekina og veit ég að ég þarf á viss mikið af félagslegum samskiptum að halda, en ef ég einhvern veginn gerir það ekki þá líður mig verr og það smittur út í annað og þú veist, ég veit að ég er mjög tilfinningaríkur og ég þarf að fá tíma með sjálfum mér til þess að áttum á því hvernig mér líður og þú veist, við vitum ótrúlega mikið okkur sjálf. Þú veist, ef við getum nánast komið með hverjum einum einstakling bara niður og bara skrifa bók sjálfa þetta, við gætum gert merkilega mikið held ég. En svo aftur á móti hversu vel við stöndum með því. Já. Ég held að það sé eiginlega bara heilbrigð af því að, þú veist, ég var að ræða þetta við pabba í gær að hann er markþjálfi og hann hitti einstakling erlendis sem talaði að hann vill bara vera markþjálfi einstaklinga sem eru nú þegar að æfa eitthvað ákveð og svona vorum að ræða kostina í því sem eru þá svona motivated svo við sleppum aðeins sem eru nú þegar að sko sinna sjálfum sér að því að þú ert með einstakling sem er að sinna sjálfum sér djöfull gaman að vinna með þeim að þeir eru nú þegar að þessu og þú getur bara stutt við þá en að fá einstaklinga til þess að sinna sjálfum sér, veist, gera það sem þeir vita þeir ætti að gera að það er heilbrigði fyrir mér að þú getur notað þetta á öll svið lífsins og í stjörnuspekinni þú veist, þú getur komið til mín í lestur og ég kannski hitt naglan á höfuðið með suma hluti kannski einhver einn punktur sem bara wow, þetta var magna maður, ok, ég ætti að pæli þessu en svo getur rosa mikið komið inn eins og það er allt í einu óþægilegt að nánast vita þetta sjálfa þig að þetta kallar líka á kannski breytingar og breytingar eru ógnvænlegar eða ég þarf allt í einu að taka mig tíma frá fjölskyldunni en ég get ekki beðið eiginmanninum að fá að vera ein veist, á kvöldin, þannig að ég geri það ekki veist. Þannig að flækjunar eru náttúrulega bara svo svakalegar þannig að heilbrigði þá líka er náttúrulega bara að sko taka sjálfan sig í sátt og sitja með tilfinningunum sínum og átta þess á því, þú veist, af hverju get ég ekki þetta sem ég langar og pæli í þessu, þannig að þú veist,
þetta er náttúrulega bara rosalega mikið að pæla og velta vöngum og spegla í öðrum og tala við hvernig manni líður með fólki og ég er rosalega mikið tilfinningagur, ég þarf alltaf að segja allir hvernig mér líður. Já, Þannig vil ég ég líka þetta. þannig, sko. Þannig það er náttúrulega meðalins ég er að skaffa öllum, Já, eins og ég talaði við gerum öll einhvern veginn það sem aðrir, við höldum aðrir þurfa saman við já, einmitt. og ég er engu betri, skiljum við. Akkurat. En ég trúi því að við löðum að okkur fólk með svipaða orku. Við gefum frá okkur einhverja tíðni eða ég veit ekki hvað maður kallar þetta. Og það bara einhvern veginn. Það er svona, eða kannski löðum við okkur fólk sem við þurfum. Er það kannski þannig, frekar? Mér líkar allavega fyrri útgáfan frekar. Já. Það er að því að hinn getur verið hættuleg. Að því að þá getur fengið einhvern fáiðinn í lífið þitt og þú ert alltaf að reyna að lesa geðið mikið í skilabúðin af hverju hann komin í lífið þitt. Eða skilur í þessum spiritual fræðum, sko, maður séð allan fjandann. En að þú laðir að fólki sem er í þinni tíðinni mjög jákvæð pólla að líta á lífið. Eða hvað veist þér? Já, jú, bara skilja, sko. En mér finnst alltaf gaman að tala að standa með sjálfum sér og af hverju við gerum ekki það sem við vitum er gott fyrir okkur. Af því að nú er ég heilsumarkþjálfi og ég var akkurat með svona vinnustofu í gærkvöldi og það var svo gaman að þú veist, það sköpust svona smá umræður og svona og akkurat þetta, þú veist, eins og ég sagði við þau vita eiginlega allt sem ég er að segja, eins og þú varst að segja, þetta einhverju punktar kannski sem er svona nýjir, en svona flest vitum við hvað er gott fyrir okkur og hvað er ekki gott fyrir okkur. En það er bara akkurat þetta, koma sér að stað og síðan halda áfram. Veist, þetta consistency, nú er ég svolítið mikið að sletta í dag, en það vantar eitthvað svona gott orð fyrir það á íslensku. En bara halda þetta út, þessi þrautseigja. Já, og náttúrulega sko þrautseigja, consistency, orðið, þetta eru orð sem ég tengi orku nautsins. Ok. Og orka nautsins, ég lýst henni á þessu tímabili að orka nautsins er henni orkan sem þú fæðist í. Bara algjörlega glæni í úrmóðukviði. Það er orka nautsins í sinni tærustu birtingamynd. Af því að merkin, þau eru í andstæðum, það eru 12 merki og svo eru hvert merki á móti öðru og þannig að það eru 6 andstæður. Skilur hvað það við? Já. Og þannig að nautsorkan, hún er á móti sportdrykkjuorkunni. Þannig að við fæðumst í orku nautsins og svo kemur lífið með alls konar hluti sem að breyta okkur frá því hvernig við erum. Eins og ég segi við Kristján strákinn minn, Kristján, ekki vera svona, ekki gera þetta, ekki gera þetta, ekki gera þetta. Það er alveg óþolandi sko sem foreldri. Einhvern veginn að vera alltaf að banna þeim að gera eitthvað sem það langar að gera. Já. En sem lífið einhvern veginn, maður mótar karakterinn til þess að vera svona fitta inn í samfélagið einhvern veginn og breyta þar alveg einstaklinginu frá því hver hann var og fætti sem og í það að vera eitthvað annað hugsanlega. Þannig að þegar þú talar þrautseigju og consistency og orka nautsins, að orka nautsins nýr svo rosalega mikið að komast aftur að þessum kjarna. Komast aftur að því hver þú ert. Komast aftur inn í, sem sagt, barnið að átta það á því hvað er sem þú vilt gera. Já. Að því að til dæmis að þú ert með mjög sterkar nautsorku þá þarftu svolítið að geta ráðið þínum eigin tíma. Þá þarftu að geta stýrt í hvað þú ert að gera og hvað þú vinnur við og hvernig tímaraminn er, að því að þú vilt ekki einhver annars að stjórna. Það er bara svolítið eins og börnin vilja bara fá órétt og leika sér í því sem þú eru að gera. Já. En ertu þá að meina að við fæðumst í ákveðna orku, en svo er samfélagið eiginlega svona skemmir þessu orku og lætur okkur gera andstæðuna við það sem við viljum eða eigum að gera það hvernig? Já, allavega samfélagið mótar okkur og mótar okkur svolítið í burtu frá því hver við erum. Ok. Finnst þér það eiga við alla? Já, bara mismikið. Að þeir vera að reyna að gera alla eins? Nei, alls ekki þannig. Nei, þú veist bara, eins og ég að fæðast inn í mína fjölskyldu og þú að fæðast inn í þína fjölskyldu, þá náttúrulega mótaði okkur algjörlega ólíka vegu. Þannig að það bara hver og einn mótast eftir sínu umhverfi aðstæðum. Og sko stjörnuspekina, eins og ég skil allavega í nautsorkunni, að þá er það að átta sig svolítið á því hver maður er, burt sér frá öllum þáttunum sem að hafa einhvern veginn breytt manni og hafa haft áhrif á mann. Ok. Eins og til dæmis einstaklingur sem að hefur
kannski rosalega mikla félagslega þörf, brjálæslega mikið loft í kortinu, en lendi í einhverjum áföllum í bernsku, einelt í skóla eða þú veist, var að tala fyrir frá bekkin og allir hlóa hann með eitthvað, það eru svona ákveðnu hluti sem gerðust og allt í unni einstaklingurinn sem rosalega félagslega þurfi og þegar maður talar það við hann í lestri og það bara eitthvað nánast fyrir að gráta yfir því að hafa aldrei leyft þessari orku að fá útrás að því að það voru bara svo miklar höft sem að voru að stjórna, ótti og eitthvað slíkt. Það er þetta sem að kemur fyrir sér að tala sem að dregur okkur í burtu frá því hver við erum og í eitthvað annað og einstaklingar sem eru með mjög sterkar nautsorku sem að hafa þá þrautsegin að því að það er mjög auðvelt að vera þrautsegur þegar þú ert að gera það sem þér finnst bara skemmtilegt. Þá er þrautsegin rosalega auðveld. En svo getur þú líka verið með sterkar nautsorku og verið mjög þrautsegur í að gera sétti sem að finnst ekki skemmtilegt en þú hefur samt getuna til. Þannig að þú getur notað þessu orku á 2 vegu. Já. Þannig að ég er svo mikið að hugsa uppeldi. Þú veist, nú á ég reyndir alveg börn sem er alveg stór, en minnst þetta svo dýrmætt tól að skilja, ef ég skil mig og svo get ég skilið barnið mitt út frá stjörnukorti þess, þá getur maður kannski bara uppeldi verið kannski allt öðruvísi. Já, ég held að það gæti alveg orðið allt öðruvísi. Að því á yfirleitt elur maður barnið sitt upp frá því sem maður lærði sjálfur, eins uppeldi, eða þá andstæðuna því að þú upplifir hvað þú vildir ekki og þú vilt koma þá því áfram. Já, ég er allavega rosalega þakkláttur fyrir að hafa stjörnuspekina svona til hliðarsjónar sko þegar það kemur að eins og Kristjanumannastrafnum okkar. Það er hann er með 4 plánundur í hrút. Rosalega skapstór og þrjóskur og veit alveg hvað hann vill og getur verið svo sterkur í að koma sínu vilja á framfæri að við mamman sko bara erum bara að stendur bara eitthvað og tökum ekki þennan slag. Nei, baby boss. Já, einmitt baby boss. Og skiljandi stjörnukortið hans, líka eins og skilja tunglið hans. Hann er með tungli vaspera sem þýðir að hann sem sagt hann er sko 2 og hálsast þegar við gátum útskýrt fyrir honum af hverju vissar hlutir og hann getur, var í tilfinningum og svo náði í sambandi við hann og náði að tala við hann og þá gæti ég útskýrt allt hvað er að gerast þannig að hann gæti skilið það og þá gæti hann stýrt tilfinningunum sínum. Ef þú ert með tungli sportdreka bara gangið vel að reyna að róa barnið í tilfinningastormi með einhverjum orðum bara ekki séns. Vitandi að þú ert með barn sem er með þá stöðu þá líka áttar á því það þetta bara virkar ekkert og þessi einstaklingur hann þarf svona aðstæður þegar hún líður illa eða þannig mér finnst þetta svona það hjálpar svo rosa vel. En nú er ég bara dett mér allt í hug því að þau voru einhvern tímann að tala að orkan geti verið í yfirsnúningi og undirsnúningi en þegar hún er í yfirsnúningi er það bara ofvirkni eða þú veist kemur það fram í sem yfirsnúningur eins og í hrúts- og meiorkunni og jafnvel tvíburorkunni það getur verið komið mjög auðveldlega fram í ofvirkni að því að sko yfirsnúningur þá já, nákvæmlega, orka hvað er þetta? Yfirsnúningur er þegar orkan er orðin of sterk hún er orðin of mikil þannig að hún er að detta svolítið úr jafnvæginu þannig að eins og meiorkan og þá er ég bara að tala orkuna en ekki merkið þetta er orkan sem að leitast til þess að stýra hlutum af stjórn og öllu henni stjórna af ótta en ekki af trausti þannig að ef ég stýri öllu þá líður mér vel þannig að ég vil ráða hvernig allt er gert þannig að ef að orkan fer í orðið sem notar yfirsnúningi að þá verður of mikið af því þannig þá ertu komin í rosalega mikla stjórnsemi þá ertu komin í jafnvel kvíða við því að gera ákveðna hluti af því að þau mun ekki gerast alveg eins og þú vilt og þá vilt ekki gera þetta og getur þar alveg farið í undirsnúning rosalega auðveldlega þá bara gerir ekki neitt eða þá þú ferð að gera allt en þú endur á því að fara í burnout því að þú gerir allt að þú treystir engum fyrir að gera það sem þau getur gert. En hvað er það sem er að gerast? Af hverju fer orka í yfirsnúning eða undirsnúning? Það er náttúrulega endalausar ástæði fyrir því. En er það að því að við erum ekki að sinna
næra þessar þarfir eða? Allavega næra einhverja þarfir innum okkur. Eins og ein vinur pappa sem iðnaðarmaður, hann með tjáningarorkuna sína, loftið sitt á yfirsnúningi af því að hann í vinnu sem hann fær ekki nægilega mikið að tala. Já. Þannig þá hleðst orkan upp, hann fær ekki nægilega útrás fyrir það. Þannig að þegar í rauninni hann hittir einstaklinga eins og pappa, þá bara talar hann linnulaust í 3 tíma og maður kemst ekkert að. Það til dæmis loft í yfirsnúningi. Já, ok. Og þú veist, vatn í yfirsnúningi og þetta örugglega bara að þú gefur ekki nægilega útrás en það safnast upp. Já, en svo líka getur þú veist verið í rosalega mikill útrás á eins og lofti en það dettur aldrei í undirsnúning, þannig að undirsnúningur þá fyrir einstakling sem frekar þá talar ekki neitt. Ok, já. Skilurðu? Þannig að einstaklingur hefur þá tendensa til þess að fara frekar í yfirsnúning eða annar einstaklingur hefur tendensa til að fara í undirsnúning og þá það að átta sig á því hvort ertu upp eða niðri og hvað þarf þetta að gera til þess að finna jafnvægið. En eins og vatnið, hvernig væri maður í yfirsnúningi? Nú ég forvitin að því ég krabbi. Já, yfirsnúningur í vatni þá bara ertu að taka allt inn á þig. Þú veist, þá farið of sterk tilfinningaleg viðbrögð við því sem eiga sér stað. Akkurat. Þú veist, að einstaklingur skilur segir eitthvað við þig í kennslustofu og þú bara gjörsamlega handónýtt kvöldið og bara grætur eða ert að hugleiða eitthvað sem að vinkonaðin sagði bara í marga daga. Það líka annars, sumir halda að hugsun sé bara loft en vinkonaðin getur sagt eitthvað við þig sem særir þig og þú ert í þessari tilfinningu í marga daga að það var í rauninni vatn á yfirsnúningi að það í rauninni bara stoppar ekki prósessið. Okay. Eins og yfirsnúningur á vatn til dæmis einstaklingar með PTSD. Áfallastreitur. Já. Af því að þá bara kviknar á vatninu bara búm, bara við minnstu atvik. Okay. Og einstaklingur sem líka þá í yfirsnúningi vatni var til dæmis einstaklingur sem allt og næmur. Já. Þú veist, gengur inn í rými og það of hátt og það veldur of miklu áreiti á tilfinningarna af því að það of þandar út fyrir, sko. En undirsnúningi þá, hefur maður ekki að áttu náttúrulega bara dofin tilfinningarlega. Þú veist, þá ertu óagengilegur, þú veist, það kemst enginn að þér þegar þeir reyna að tala, það slokknar á þér þegar einstaklingar fyrir að tala tilfinningar eitthvað insight-based. Þú gengur inn í aðstæður, áttar þig enga veginn á hvað að gerast í kringum þig, að þessi einstaklingur ekki góður fyrir þig. Þú veist, það undirsnúning, þú veist, þegar einhverjum svolítið úr takti. Vatnið svona hversu mikið í tengingu þú ert við aðra og þá náttúrulega sjálfaði líka og þegar vatnið lítið þá ertu í lítilli tengi við sjálfaði eða jafnvel lítilli tengingu við aðra. Og fyrst við erum búin að hefja þessa vegferð, kannski að halda áfram með eldur í yfirsnúningi og undirsnúningi. Já, eldur í yfirsnúningi er náttúrulega bara einstaklingur sem að veður úr einu í annað. Það er action non-stop. Það er bara alltaf að vera að gera eitthvað. Og einhvern einstaklingur sem er alltaf á önum og þú veist, þú sér nána orkan þeirra, hún er svona hoppandi, bara eins og skopparabátur sem stoppar ekki. Á meðan undirsnúningi að þá er þetta einstaklingur sem að þú veist lífið bara svona algjörlega mundane. Þú veist, hann aldrei að næra sig af áhuga, þú veist, hann ekki að læra neitt, hann ekki að fara út á lífið, hann ekki að skemmta sér, það engin skemmtun eða gleði til staðar. Á meðan, þú veist, yfirsnúningur bara wow, lífið það æðislegt, og það bara einhvern veginn, það eins og þau tali og hugsi á milljón, sko. Við þekkjum mörgulega öll einhvern svona einstakling. Er þá hvað, jörðin eftir? Já, og jörðin á yfirsnúningi er náttúrulega bara það var einstaklingur sem að líka svolítið eins og eldurinn, hann í rosalega miklum framkvæmdum, þú veist, þetta einstaklingur sem að vinna endalaust. Okay. Þú veist, stoppa í rauninni ekki, af því að eldurinn getur verið, þú veist, þá einhvern veginn getur verið á þönum út allt. En eins og einstaklingur í heimahúsi, það var einstaklingur með mikla jörð sem að bara getur ekki stoppa að taka til. Já, ok. Þannig að þú veist, þeir eru einhvern veginn alltaf að gera eitthvað. Og einstaklingar sem að kunni ekki að hætta að vinna og bara einhvern veginn eru svona vinnualkar og eitthvað slíkt, það er svolítið jörðin í yfirsnúningi.
í undirsnúning það náttúrulega bara svolítið framtaksleysi, þú gerir lítið, átt að gera eitthvað, átt að skila einhverju verkefni, en það svo erfitt, það svo einhvern veginn svona bara miklar einhvern veginn, alla gjörðir einhvern veginn fyrir þér, sko. Ja. Þannig að til þess að fara ekki í hennan yfirsnúning og undirsnúning, þá það bara raun og veru, við þurfum bara að skilja okkur. Já. Hvað við þurfum til þess að Já, og þú þarft í rauninni ekkert stjörnuspeki til þess. Það í einhvern veginn, þegar ég var að byrja í stjörnuspekinni, þá var ég bara eitthvað stjörnuspeki bara svarið fyrir alla. en ég held að það sé hægt að því að sko líka það áhugavert í stjörnuspekir, að það svona viss, nú ég íta svona hendinni frá mér, eins og samfélagi, svona vissi partur af samfélaginu séu svona svolítið að íta á móti, svona ég ekki alveg til í að taka á móti þessu, að þetta náttúrulega bara alveg crazy kenning það að einhverja plánetur í kringum okkur séu áhrif á okkur. Já, ég skil alveg mjög margir sem að hlusta séu efins, en ég held samt að þeir sem eru komnir svona langt, klukkutíminn í þáttin, að þeir allavega hafa einhvern áhuga á þessu. Já, því þetta náttúrulega bara alveg þvæla, sko. Þetta náttúrulega bara pseudoscience. En svo náttúrulega bara fyrir einstaklingar sem að stúdera þetta og stundi þetta, þeir hafa einhvern veginn vonandi allavega að fundi það í sér, að þetta hefur eitthvað, þetta raunverulegt. En það sem ég á við að þú getur tekið rosa mikið úr stjörnuspekinni og gefið það frá þér á máta sem að allir skilja. Þannig að þú þarft ekki að tala yfirsnúningur í eldi. Nei. Heldur þú getur bara, ertu of mikið á yði? Getur ekki stoppað, þarft alltaf að vera, ertu að dey úr FOMO, fear of missing out, þarft alltaf að vera að hitta alla og einhvern veginn svona alltaf með í skemmtuninni, eða finnst þú ekki geta fundið haminguna, finnst þú ekki geta hlegið, það þarf ekki náttúrulega stjörnuspeki til þess að líða þessu. Nei, en þið finnst samt sko að tilgangurinn með stjörnukortalestri þá samt svolítið sjálfstækking. Að sjálfsögðu, já, og náttúrulega, og þá nota ég náttúrulega tungumál stjörnuspekinar, og tungumál stjörnuspekinnar náttúrulega bara alveg flókið út af fyrir sig og ég vona að svona eftir, ég veit ekki 10-20 ár lengur í þessu að þá ég svona komið með betra valda á íslenskunni þannig ég þurfi ekki að vera að vippa í einhvern Satúrnus já, þú með Satúrnus hérna búm, einstaklingur horfinn, hann bara hvað Satúrnus? Komið með einhver orð fyrir það? Já, eitthvað svona sem að fólk allavega tengi við, að ég alveg lendi líka sjálfur, þegar ég hef einhvern veginn farið í spjall við einstaklinga sem að bara eins og viðskipti eða stjórnmál. Þetta svona svið sem að ég hef ekkert rosalega mikinn áhuga þráttur ég starfið sem bókari en þá getur einhverjir gæjar sem eru mjög klárir í viðskiptum vera að tala saman og það eins og þau sé að tala tungur. Er að vippi einhver, bara eins og verðbólga. Ég bara læriði hvað verðbólga almennilega var, bara fyrir hvað nokkurum vikum síðan. Hélt ég hafi ágætis hugmynd það, en hafði ekki hugmynd. Það náttúrulega bara ef maður hefur ekki áhuga á einhverju, þá kynnir maður sér það ekki vel. Já, og þar alveg vægi orðana að maður hefur engan skilning á því, þannig að þegar ég hlusta á einstaklinga tala þannig vegu og þeir vippa í svona stór hugtakaorð án útskýringa, þá detti ég svolítið út úr spjallinu, ég næ ekki samhenginu. Og það held ég svolítið vandamáli með stjörnuspekina líka. Ég búin að vippa henni einhvern sportdreka og sól og tunglið og allt í henni, þegar fólki veit ekki hvað þetta það var bara hvað byrju, fuck, ég veit ekki hvað hann að tala Einmitt, mér fannst mjög gott að þú varst að ég var með á upptöku þegar þú varst að lesa fyrir mig stjörnukortið, því að þegar maður kemur heim þá man maður svo lítið. Já, ég líka fræjaði ég gaf þér hann að smá auka fyrir krakkana. En þetta var ótrúlega áhugavert og það sem satt mest eftir hjá mér var einmitt þetta að annað fólk lykillinn að minnidýft og þetta eitthvað sem ég var ekki alveg búin að átta mig á og þetta samt svo rétt, ég tengi ótrúlega við þetta, þannig ef ég vil kynnast mér betur þá ger ég í gegnum samtöl við aðra. Já, og þess vegna náttúrulega tekur maður þetta upp að því að það ákveðin ég get með því að taka þetta upp þá fæ ég að tala aðeins meira ef ég tek þetta ekki upp Þetta útskýra hvert einasta atriði. Já, mjög vel og kannski það bara það sem þarf til þannig að sitja eftir en þá líka þarf ég svolítið að vita nákvæmlega hvað það sem þú vilt vita eða skilurðu, sem kemur kannski bara með reynslunni en
en líka, þú veist, ég hef alveg fengið skilabóð frá fólki bara eitthvað, vá, ég var að hlusta upptökun í 7. skiptið og þá heyrði ég þetta og þetta er nákvæmlega sem ég þurfti að heyra þá, þú veist, þannig einhvern veginn það að maður getur nýtt þessar upptökur og ég sko tek upp allt og er með bara, þú veist, listan á upptökum úr, þú veist, öllum miðilsamtölum sem ég hef farið í og eitthvað svona, því að þú veist, ég er bara eitthvað að keyra til Akureyrar í 5 tíma og bara eitthvað, ok, ég ætla bara að hlusta á þessa gamlu upptöku og þessa gamlu upptöku. Já, gaman. En bara þetta er búið að vera mjög áhugavert og gaman að kynnast einhverju svona nýju og mig langar náttúrulega bara að sko fara á öll svið sem hafa áhrif á heilsun okkar. Já, minnst ekki ekki. Og eftir að hafa kynnst þessum þáttum þarna daginn stjörnuspeki, þá sá ég bara svart á hvítu hvernig við getum haft jákvæð áhrif á heilsun okkar með sjálfsþekkingu og hægt að nýta þá stjörnuspekina í það. Meðal annars. En er eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir? Eitthvað sem þú vilt nefna í lokin eða? Nei, þetta er bara hérna, þú veist, ef að fólk hefur áhuga á þessu, að að ekki, já, kannski það, ekki trúa öllu sem þú heyrir, ekki taka öllum vefsíðum með öllum stjörnuspekingum trúanlega, ekki taka mér trúanlega, þú veist, ekki taka Gulla trúanlega, þú veist, bara takk til inn það sem að já, þú veist, þetta eru fræði sem einstaklingurinn í rauninni að því að sko, já, má ég taka smá? Já, bara endilega. Ok, þannig að meiorkan, þessi stjórnsemi sem ég var að tala þetta er sérst orkan sem að vísindi byggja rosalega mikið á þannig að það er allt hægt að sanna það er allt hægt að sýna fram á það er búið að prófa þetta mjög rosalega oft og þar alveg er þetta svona sannað stimpillin komin andstæðan við meiorkan er fiskaorkan sem að er þá sérst einungis það sem er hægt að finna og skynja og þetta er sérst þá innsæð okkar og stjörnuspekin er bara þar já, einmitt hún er ekkert í orku meginar þannig að það einstaklingar geta lært stjörnuspeki, þú veist, ég get lesið mér 20 bækur og verið ógeðslega góður í stjörnuspeki í gæsalöpum en ef ég hef bara hugvitslegan skilning á stjörnuspeki þá er ég samt bara að lesa það sem aðrir að segja já, þú skynjar þá ekki einmitt, þannig að þú veist, þegar einstaklingar hafa áhuga þá á stjörnuspeki að þú veist, að velja þá bara svolítið af kostgefni, þú veist, þann sem þú fílar af því að sá einstaklingur er þá vonandi að upplifa þetta á einhver svipað mát og þú og ef það er ég, ef það er Gulli ef það er einhver Jon Stewart út í Bandaríkjunum, bara geðveikt bara það sem hjálpar þér já, nákvæmlega aðeinslegt, bara takk enn og aftur Gísli fyrir að gefa þér tíma til að koma og deila þessu með okkur þetta var mjög gaman, takk Ég hveti ykkur öll til þess að íta á follow, fylgja hlaðvarpinu, hvort sem það er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum. Þá fáið þið tilkynningu þegar næsti þáttur fer í loftið og endilega, ef þið eru á Instagram, að fylgja Heilsuerla.